Heilurinn í boði veiðifélagsins Nóatúni 17. Leyfi mér að fullyrða að í engri annarri veiðiverslun getur þú gengið að jafn víðtækar veiðiþekkingu afgreiðslufólks og hjá þeim Dodda og Gunna. Verslað við veiðimenn. Ekki vera eins og niðursetningur í kvöldmannum í veiðihúsinu. Rendu við í Jack and Jones eða Selected búðunum í Kringlun og Smáralind og mannaði þau upp. Bílasala Reykjanes sem fyrr með okkur og erum við þeim mjög þakklátir fyrir stuðninginn. Fylgið þeim endilega á Facebook þar sem þeir eru duglegir að hendi bestu bitunum. Í þessari viku mætti Haraldur Eiríksson í Heilinn. Halli nýbúinn að fá æsku ástina, Laxá í Kjós, aftur í fangið. Pumpuðu við Halla hvaða flugur hann notar, hvaða tækni hann notar og annað við kemur laxveiði. Vonaði njótið. Halli, velkomin í Heilinn. Takk. Hvað segir þú? Lofaðir að byrja þetta á góðri sögu. Já. Það alltaf svo erfitt að tína sögurnar upp á mér, sko. Já, þú veist, þú ert svona dölumaður, þú veist, þú vorum að spyrja hvort þú voru flutt til Íslands og bara svona, já, öll fjölskyldan það? Já. Já. Bara svona, og hvað, konan komin í vinnu? Já, hún farin að gera annað. Þú veist, það var ekki bara svona, heyrðu, já, konan minn farin að gera þetta, skilja, þetta alltaf svona eitthvað. Já. Það eins og það bara. Jú, góð saga, fullt af góðum sögum. Það bara fletta í. Ég man þetta eitthvað geggjari til að minna þig á, sko, sem þú sagði mér einhvern tímann þegar þú þrættir held ég lyklakippu upp á flugulínu. Já. Það var í Kjósinni, upp í Hörðabarsíljum. Það var mjög skemmtilegt moment vegna þess að þar var búið að setja í stóran sjóbyrning sem man minnir að hafa verið 80 og eitthvað sentimetra hengur þegar uppi á staði og það var komið myrkur og það var bara búið að vera reipitók, maðurinn var með fjarkaði 5 og réð ekki neitt við neitt og það var að koma matur og þá hugsaði mér, nei, þetta gengur ekki tók lyklan á vöðlunum og þrætti þá upp og sendi lyklakippuna á trínið á honum nema það voru bíllyklandi, sko að við hugsaðum ekkert út í það fyrir við lönduðum honum að við hefum þetta að labba heim ef hann hefði farið af, sko. En sem betur fyrir lönduðu honum? Já, þetta er bara mjög eftirminnilegt í svona veðri eins og við erum með núna svona haustveðri milt og mikið vatn Við sittum inn í febrúar og við erum inn í Mosó og varma og rennur eins og bara 11 ári í júli vatni þetta er skrítið En þú veist, þú varst nú að koma ofan úr Kjós. Já. Bara, kýtlar þetta ekki aðeins? Að sjá allar þessar sprænur svona standi og fullt af vatni? Jú, það er reyndar ekkert búið að vera mjög mikið vatn på síðkasti, þess að búið að vera kalt í fjalla. Og En rosalega hláka í dag. Við erum að taka þetta upp á föstudegi sem var spáð alltaf 11 stegi hitt á Vesturlandi. Já, það er allt komið í leðju. Bara þegar ég fór. En eins og það búið að vera síðustu mánuðin þá hefði svona verið hægt að veiða góðum dögum, sko. Og eflaust þekkjum við einhverja sem eru búin að fara að veiða. Jú, við þekkjum einhverja villsíkar sem eru búin að fara að veiða en þú nefndir mig að þú að labbaði upp að Kársnesfljóti og sé að það er bara byrtingunum byrjar að vaka. Jú, eins og það sé bara komið maí. Já, það var upptöku bara í síðustu viku upp í Káranesi. Þannig að það kýtlar. Svona kýtlar það kýtlar ekki bara nefhárun í mér að fara að kasta einhverjum buttplug streamer á sökklínu í krapa, sko. Nei, það er sumi fíla það var það bara svona stemming, sko. Það er bara svo mikið vor í þessu já, síðan fáum við ábygglega almennilegt páskarett já. En heyrðu, það er nú ekki svo langt síðan ég talaði við þið síðast. Nei. Og við fórum yfir svona ferilinn og söguna. Já. Síðan hefur margt breyst. Jú. Þú ert komið með æskuástina, ekki að þú hefur ekki alltaf verið með æskuástina, en aðra æskuást. Jú. Upp á armana, Laxá í Kjós. Já. Það passar. Ertu bara komin heim núna? Já, þú tækifæri til þess að smíða eitthvað eftir eigin höfði. Já. Þannig að það að gera grípa tækifærið og
og svona kannski gera þær breytingar sem að sumir kalla eftir og eins bara eitthvað sem hefur verið höfðun á sjálfum mér í einhvern tíma. Hvaða breytingar myndir þú segja að það væri? Nú er þú náttúrulega komið að kjósinni í mörg ár. Sko ég bý svo vel að salin hefur gengið vel, þannig að ég hef ekki þurft að hafa miklar áhyggjur síðustu vikur og mánuði, en ég fann það strax og ég hef svo séð það og fundið það bara sjálfu mér að það hefur svolítið til dæmis verið kvartað yfir því að sportið sé ekki nú fjölskylduvænt þegar kemur að svona veiðihúsum til dæmis. Þannig að maður gerir smá gangskur í því. Að hvað leiti? Þú veist, það er náttúrulega rosalega dýrt að vera að borga fæði og borð fyrir ykkur að krakka. Ef þú fer með unglingiðin eða konuðina í veiði, þú veist, sumst það er að borga 30.000 krónur á mannin, þá er þetta orðið hartnað 200.000 fyrir þryggjadaga veiði. Á einu háshold, sko. Já, þetta er ekki svo sett splitta stöng. Það gengur ekki. Þannig að ég tók til dæmis þá ákvörðun að ef þú borga fyrir 2 og sama heimilsbókaldi, þá breytist verðið. Það er svoleiðis? Já. Vá, oftast þegar ég fyrir eitthvað að veiða, þá er það á einhverjum svona sérkjörum eða ég vinn í staðinn eða eitthvað svona. Ég var upp í, bara, og þarf að nefna ána fyrir nokkrum árum síðan. Það var fólk búið að borga við sér 130 skall dag fyrir júniveiði. Þau fengu hjónin 1 lax á 3 dögum. Þannig að það voru að tala um 400 skall, 390 skall fyrir þá dag. Svo þú veist náttúrulega bensín og áfengi og allt svoleiðis. Svo voru þau bara að gera upp í húsinu og ég fekk náttúrulega eitthvað svaf gæta megin og eitthvað díl. Ég horfði bara á þetta bara svona shit, þessi einlags er 600 skall sko. Já, en ég náttúrulega mitt upplegið það að ég er veiðileyfasali. Ég þarf mína tekjur að veiðileyfasölu, ég er ekki veitingamaður og ég gef mig ekki út fyrir að vera það. Þannig að fyrir veiðilega sala þá þarftu bara að launin með veiðilega sölu. Þú ætti aldrei að þurfa að taka á þeim forsendum að þú ætli bara að græða á húsinu, þá ættu bara í röngum bransa, það er mínu viti. Og það er bara aðri menn betri í þeim bransa. Já, og ég bara ekki sérstaklega góður í veitingarekstur ábyggilega. Ekki frekar en að í Múlakoffi getur selt veiðilefi. Nákvæmlega. Og veitingarekstur bara einhver erfiðastu bransi í heiminum. En það sem ég náttúrulega sé, ég til dæmis nálægt Reykjavík, að mér finnst rosalega sorglegt að sjá konuna vera að koma á morgnana og fara á kvöldin eða mennina og get ekki gist og notiðist til fulls að vera þarna. Ég hvað sem er að þrífa herbyggið, breytir mig engu hvort það er 1 eða 2 í því. Nei, nákvæmlega. Að ég vil þá frekar hafa fólkið í mat þótt að það sé á lægri kjörum. Þannig að ég tók það ákvörðun að og eins líka bara til að ýta undir það að fólk fari með börnin sinni í veiði eða aldraðan föður sinn eða hvernig sem það er, að ef þú borgar úr sama veskinu þínu heimilis bókalli þá borgar þau aðeins lægra verð heldur en ef að 2 kumpanar koma saman og borða halva flöskisteik í hádeginu, þetta er bara ekki það sama sko. Og menn þurfa bara að meta það hverju sinni. En ok, þú veist, hvernig horfið það við þér? Nú veit ég að þú veist, það er mikið herbyggjum í þínu húsi. Jú. Þú veist, hjón búin að fá pössun eitthvað en kannski eiga 2 börn og langar að fá krakkarna eina eftirmyndarsvakt og síðasta morgunin og gera svo með í bæinn. Þú veist, ertu flexible með það til dæmis? Það er náttúrulega alveg heilt herbyggi. Já, en það er náttúrulega líka bara að þú eru að meta hverju sinni. Í sumum félagskap er kannski ekkert gaman að vera með börn. Þannig að það er eitthvað sem þú metur bara hverju sinni. Hvernig er mannskapurinn sem út með í húsi? Viltu vera með börnið þín á þinni? Er það æskilegt? Já, ég er ekki að tala um því persónulega, hvort þú myndi vera með börnið þín, en bara ef ykkur kæmi til þín. Já, þá er það bara metið hverju sinni. Já, bara fundið út úr því að það segir. En það að þú fari með strákiðin kannski sem er 15-16 ára gamall í veiði og þurfa að borga 90 skall fyrir þryggja kannski hátt í 200.000 fyrir þryggja veiði, það er bara liðin tíð. Ég meina við sjáum það bara á vellegningunni að það bara fæst heimili ráð við það. Já, en fyrir vikið það var mikið á hjónahópum til dæmis.
Já. mikið breyting í því bara við þessa litlu breytingu. Já, veistu, ég skal alveg trúa því, sko. Já. Og svo náttúrulega ertu komið með þér í hlið, veitingamann per excellence. Jú. Hinn, sko, æsku minna ljómi sem 90s kids. Hérna, okkar allra besti. Jú, Siggi Hall. það er ekki leiðilegt. Sko, þessi laxasúpa, þú veist, því ég hef nú aldrei smakkað hana, sko, Já. Er hún 50% brandi eða hvernig Það var þannig í gamla dag, það fór nú bara eftir því hvað var til í skápnum, hvað fór út í hana. Já, þetta er bara naglasúpa Sigga bara. Já, þetta er heimsfræg súpa. Kíkt út í eldhúshillin og náði eitt feskan og... Já, það er bara þannig. Það er mikið nostalgía í kringum þetta, þú veist, þú náttúrulega, eins og ég segi, æsku ástin, Laxá í Kjós og Siggi Hall kominn aftur. Jú, það er bara svolítið verið að grípa þennan anda fyrir tíma, bara á lágstendara í nótur. Já, það er ekki... Já, eins og allir vita að var ákveðin keyrsla þetta ekki líka. Jú, það er bara eins og var á mörgur stöðum á þessu tíma. Eins og var bara á þessum tíma. Við erum allir orðnir eldri núna. En bara Kjósin var aðaldæmið á þessum tíma. Jú, nú var það. Þetta var og fyrir vikið, ég hugsa að þú þurfur að leita ábygglega til 1989 til að sjá ána svona selda, sko. Það er svoleiðis. Já, ég man ekki eftir einu svona. Er þetta Íslendingar sem að sjá fram á að ferðast ekki sumar eða er þetta útlendingar sem... Já, ég held að það sé begge blands, já. Að það er komin rosalega þrýstingur á fólk vil fara að komast í sína veiði hvað sem það er á Íslandi eða annar staðar. Já. Og við erum að sjá, þú veist, þennan heimsfaraldur í raun bara breyta svolítið miklu í afþreyingu. Ég heyrði tölu til þess frá Bandaríkjunum núna þar sem að flugveiðimönnum hefur fjölgað þannig að það horfir bara til vandræða. Þetta er eitt af þeim sportin þar sem þú ferð út í og ert einn. Það er engin 2 metra regla þarna, sko, ekki nema á sumum stöðum þar sem menn eru öxt og öxt. En þarna er ég að tala til dæmis bara upp í Montana og annar staðar að fólk sem að var kannski áður að fara tónleika og eitthvað svona. Akkurat. Er ekki að gera það líka. Nei, að eitthvað staðar heyrði ég bara töluna aukningi í stangveiðimönnum í Bandaríkjunum löpi á einhverjum 10 milljónum svona nýjustu mælingum. 10 milljónum einstaklega? Já. Vá. Sem hafa leitað í stangaveiði í þessu fara. Við getum ekki bara að fara að grafa gólfið, sko. Já. Það er, ef að rétt er þá er það náttúrulega mikið sprenging. Já, algjör. Og náttúrulega bara markaði sem það er að herja á. Já. Sérðu fyrir þér að, þú veist, nú veit ég að þú er mikið samband í Bretlandi og ég veit að þú selur mikið þangað og svo er náttúrulega mikið sambandin í svona íslensk atvinnulíf varandi veiðilegsölu. Sérðu fyrir þér að herja frekar á bandaríkjamarkað? Nei. Við ræddum það mitt þegar við hittum síðast. Þetta er annar mentalitet. Þetta er bucket list. Þetta er bucket list af fólkið. Já. Þetta er ekki, í dag er bandaríkjumenn ekkert sérstaklega svona lojal. Nei, þeir fara til þín, svo fara til Kúbu, Bahamas, Mexiko. Þetta eru svona fyririldi. Já, þeir eiga náttúrulega ekki sama frítíma á við Evrópu. Nei, og ekki Bretlandi reynda líka. Já. Nefnir náttúrulega liðið sem að þú ert að selja hefur kannski, það er ekkert í 9-5 fyrir eitthvað. Oft á tíðum ekki, en ég meina, þú veist, í Bretlandseyjum er sko árlegt sumarfrí, manni hvort það er 15 eða 16 dagar. Það er svoleiðis. Það er bara Ameríku stíft, sko. Að þú þarft að vera með einbeittan ferðavilja til þess að taka þann tíma frá fjölskyldunni. Og svo lítur líka aðeins að breyst eftir hennan, þó þessi stutt síðan við tölum saman síðast, þá náttúrulega er heimsfaraldur á milli. Jú. Og þú veist, eins og Rússland, það var vesen á Rússlandi fyrir heimsfaraldur. Jú. Og vill maður vera í heimsfaraldri í Rússlandi, skilur?
Hvernig... Ég get náttúrulega bara að tala fyrir mig, ég finnst það nú ekkert sérstaklega spennandi sko. Ég held að við munum hafa alveg gríðarlega tækifæri hérna heima. Ég tek þetta einu eins og hjá mér með sumarið, ég hef verið með svona einhverja útlendingar sem hafa komið í fasta ferðir og eitthvað svona og bókað hjá mér að til dæmis eins og einn hópur sem voru alltaf 4. Já. Þeir eru 2 sko. Já. En 2 gömlur að koma. Því að þeir eru búin að fá vaksínið sko. Hinir veit ekki hvernig að fá vaksínið. Já. Og hinir 2 eru ennþá á vinnumarkaði sko. Já. Þannig að þeir veit ekki, þeir eru ekki búin að fá bóka sko hvort þeir þurfa að fara í 2 vikna sóttkví þegar þeir eru komið tilbaka. Þannig að það var 2 vikna veiðiferðir á orðina mánuði. Já. Stærst að díla við svona bara on day to day. Eru gömlu larvarnir sem eru búin að fá bóluefnið að ferðast og unga fólki að sitja heima, skilur við? Fyndið að skulle segja það. Ég var að segja við veiðifélagið minn, Ingvar Svensson, sem að rekur einmitt Amerikabar, besti barinn í bænum. Ég var nú einmitt að gauka á hann, hvort það væri ekki komið tíma ömmu Lú aftur, vegna þess að þetta fyrsti hópurinn sem geta farið út á djammir. Það er gamla fólki. Ég finna, já, bara ótrúlega til. Er ekki komið tími á Kringlukrána bara? Ég fór á Kringlukrána í gær, ég hátti þess maður pappi mér Sófus frændi mér eitthvað á og ég var það dýraverður í gamla dag og ég var að segja ætlaði að byrja aftur með böllin þegar COVID er búið sko, við tökum örgulega einhverja skör á því því að það er örgulega einhver uppsetnum þörf sko hjá þessu fólki en svo er líklega að megna þessu liðu bara dögt sko en síðan sko það er náttúrulega líka en Kringlukráin frábær stað já, ég fyrir ofta á bara notabenni einna bestu stöðunum til þess að fá bílastæði og beintin að borða sko. En sko síðan náttúrulega hitt, við vitum ekki hvaða afleiðingar þetta hefur í för með sig, við vitum ekki hvernig ferðatringa fólks verður ertu verða þær í gildi og ætlar að ferðast til Rússlands eða í suma þessum saltvarsferðum þú getur lent í því að bara ferðatringin er ekki valitar og aftur þess vegna held ég að við munum vera eitt af fyrstu löndurum til þess að kikka inn aftur við erum vel í sveit sett við erum græn á öllum kortum já, í raun, ennþá en bara fyrir sko veiðum sem stendur upp í kjós ég meina þú getur valið bara innan 30 mínútna með einhverja 3 spítala skilur það er náttúrulega einstakt í heiminum þannig að ég er bara nokkuð bjassinn á þetta verður maður ekki vera það? Jú, þú veist mér heyrist að menn séu líka bara tildulega bjartir en þú veist, veiðilega salar og veiðimenn hafa náttúrulega alltaf verið bjartsinni sko. Jú, en síðan náttúrulega hitt sem við ráðum ekki við, sko, það eru efnaðslegu áhrifin. Þú ert að horfa á til dæmis eftirlaun hins venjulega Breta, svona millistætta Breta, kannski rýrna 40% ef hann er með hlutabrif og annað inn í sínum eftirlaunasjóði. Maður sem hafði efna á að fara við já, hann hefur kannski efnaði núna en vonandi kemur það tilbaka. En þetta er bara þætti sem við vitum ekki hvernig flugsamgöngu verða hérna eða annað. Við vitum heldur ekki þú veist, ef þetta tímabil til dæmis fer illa að þú veist, hvernig ætlum við að bregðast við erum við að fara aftur í rollover hversu sanngjarnt er það gagvart það til dæmis þú veist, nú erum við búin að fá 2 röð, alveg bara svona frekar slæm season, ég held að ekkert bara frekar slæmt, eitt bara hörmungar og eitt frekar slæmt sko. Og COVID ofan það það er búið að rúlla fullt af fólki yfir það er búið að selja á afslætti þurfum við ekki bara að sko til þess að verðin og bara bransinn haldi velli allt gangi upp sumar varandi COVID-ið og fá allan meðalár. Jú, ég held að við þólum illa 3. árið og það er alltaf þessi hætta að fólk leiti í eitthvað annað það er fullt í boði golf og Tenerife já, þú mátt ekki gleyma því sko að til dæmis okkar helsta viðskiptaland sem Bretland þar eru menn jafnvel í sömu stöðu að þeir eru að uppkvæta landið sitt svolítið aftur þeir eru búin að ferðast innanlands þeir eru kannski mögulega búin að bóka sig aftur í veiðina í tvít sem þeir voru í fyrir 10 árum skilur við hvað það út á óvissu og öryggi svo bara gaman að vera í Wales og veða karp og já, að fólk er kannski ég veit það ekki þetta verður bara að fá að koma í ljós þetta verður að fá að koma í ljós, já en út í að við erum að tala Bretland hérna, þú
þú veitt náttúrulega gríðarlega mikið þarna í brelli. Já. Hvernig, sko, nú oft talað að þegar við erum búin með þessi 2 léleg ár og þú veist, þetta hefur verið trend að við fáum 1 lélegt ár og svo annað gott og eitthvað svona. Já. Að Ísland sé bara að verða að Skotlandi. Þú veist, þú þarft að harka svo mikið fyrir hverjum fiski. Hvað sýnuðu þú á það? Erum við að detti það? Nei, við erum ekki detti. Við höfum bara svo mörg tæki til þess að vega upp á móti svona höggum. Við erum svona fleiri vopn í höndunum til þess að vega upp á móti minni veiði. Sko, það er ennþá, sko, ef þú fer til með svo veiðir í dý og kaupir inn á park þar sem að veiðin hefur bara því miður, bara runið. Það er ennþá 11 stangir, sko. Já. Það breytist ekkert. Íhaldssemin er svo mikil að hérna væri búið að fækka stöngunum í 5 fyrir löngu síðan, sko. En sko, ertu svo viss það? Já. Þú veist, nú hefur til dæmis historist aldrei fækka stöngum í eiginlega neinni laxveiði. Já, ég er nú reyndur ósamlega því. Ég set upp í Kjós með leyfi fyrir 12 stöngum. Þið hafið reyndar og ég hef nú reynsla því, ég hef nú keypt veiðleyfi bara á svo gott sem prime time og bara, það er bara veitt 16, sko. Já. En hún er líka sérstaklega viðkvæm fyrir vatnsleysi. Jú. Þannig að það er ekki beint fiskleysi sem að veldur. Nei, kannski ekki. En við erum bara að sjá þetta. Og náttúrulega líka öðruvísi fyrirkomulag. Bændurnir þurfa sína peninga, vilja sína peninga og þegar það er búið að bæta við stöngum og það á að fara að fækka þeim og svo kemur útboð, svo kemur þessi, hvað maður segja, fuck you peningur. Það er alltaf einhver tilbúin að borga fyrir. Já, en þú ert líka með, sko, þess stjórnir. Þú getur sett stífari kvóta. Þú getur farið í kvóta sem er 1 fiskur á dag og þá ferði x mikla endurveiði. Þú getur plástrað þetta upp að vissu marki. Þú veist, þá er ég ekkert endilega að tala þú veist, á megi bara taka 1 fiskur hýl til þess að dreifa veiðin eða eitthvað slíkt, sko. En heldur, við höfum betri stjórnunartæki heldur en margir aðrir. Við erum náttúrulega með gamla smá gallaða en þokkalega góða umgjörðum þetta í þessum veiðifélögum og þú veist, að veiðirétturinn verða að vera í heild sinni. Já. Sem að vendar gegn þessu braski eins og í brelli segjum að hérna, þú átt veiðileyfi á þessum bakka næstu 100 metra í... Akkurat. Það er, eins og ég segi, við höfum bara fleiri tæki hérna til þess að vega upp á móti en það er alveg rétt. Ég vona að við fáum ekki 3. slæma árið, sko. Getum við þá að fara að bera okkur saman á Skotlandi? Nei, ég hugsa við getum það. Það er svolítið í það. Ok, ef við segjum hérna tökum bara einhver á sem að þú kemur ekki að langa á. Já. 1000 laxar. Já. Léldagur. Hvar væri langa á í Skotlandi í laxamagni? Þú veist, væri þetta bara 250 laxa og 12 stangir? Já, ég rekna með því. Þú ert ekki með sama hlutvallið úr göngunni. Nei. Þrátt fyrir langt veiðtímabil. Eins og við rættum síðast, þú ert með þetta pít með þessar rosalega sveiflur í vatnsmagni. Það er búið að dreina öll engin hann og öll tún. Það má ekki drigna, þá er allt komið á kólu, sko. Þú ert með þessi locks þarna fyrir ofan. Já. Nei, ég held að við getum seint borðið okkur saman við þá. Það þarf að vera orðið mjög slæmt ástand hérna til þess að við getum en þú veist án þess að við förum nú beint út í það, þú veist, ég held að vita allir að hvað afstöðu við og þú hefur til laxeldisins. Já. Þú veist, nú erum við þú veist, ef við fáum ekki gott sumar í sumar, þá erum við að horfa fram á að bara alveg klára hnignun okkar laxastofns. Jú. Og svo verður þessu að mér sýnist bætt ofan á okkur. Þú veist, það er bara pólitíkin og lobbyismin er þannig. Þú veist, en þetta er eitthvað samt til að horfa þetta er vítið til varnar. Meinarðu að það Bretland segir? Já, klálega. Og sjóbyrtíkurinn í Írlandi og hvernig hann bara þurrkaðist upp. Já, bara algjörlega. Þá sko, sönnunarbrunn er alltaf frekar erfið. Þú veist, er þetta bara út af náttúrulegum
breytingum, eru þetta Global warming, loftslagsbreytingum, sýrustig, já, golfstraumurinn. það er alltaf þessi erfiða sönnunarbyrði. En samt sem áður, nú sjáum við til dæmis í Noregi þar sem að sjókvíeldi er náttúrulega frekar stórt og samt eru þeir að nota sinn norska lags. Við erum ekki eins og að nota þann íslenska hérna. Þar er álitið að 40% allra laxaseiða sem ganga niður á ánum verði lúsina bráð. Að það hlýtur náttúrulega bara gefur auðaleið. Það gefur svona eiginlega auðaleið að einhverja orsaka má leita þarna. Það er bara þannig. Ég var að mynda að tala með hann Þorstein Stefánsson hérna í síðasta þætti og þú veist ég var að spjalla fyrir þáttinu hvaða væntingar hefur þetta tímabilsins og bara svona ég hef enga væntingar þú veist, ég hef ekki góða væntingar eða slæmar. Nei. Ég ætla bara að sjá hvað gerist þú veist, sem er samt svona einhvern veginn svo breytt viðhorf íslenskra veiðimanna. Við vorum alltaf bara það er komið 8 stiga hiti, það er asa hláka og maður byrja bara að tifa en maður er eiginlega kvíður fyrir því hvað gerist. Nei, er það samt ekki bara hugafæri sem að maður er alltaf að vera með búast við því besta og vona það besta. Ég meina, þetta er þú ert náttúrulega bara að kaupa vonir og væntingar og vonbrigðin eru hluti af þessu líka. Það er það. Ég veit sagði eitthvað tíman við erlenda kunna hjá mér að I'm only selling you hopes and dreams. Já, nákvæmlega. Ég get bara leitt astman á vatninu, ég get ekki neitt hann til að drekka það. En við náttúrulega værum ekkit í þessu sporti ef það væri alltaf mók veiði. Það væri þetta bara orðið leiðigjarnt. Þetta á að vera smá ömurlegt. Já, til þess að þú getur notið góðustundana að þarft að fá vonda líka. En sko, ég held að ég, þú og Birgir og Vésteinn kunnum alveg að meta það. Já. En svo erum við náttúrulega bara í iðnaði. Jú. Þú ert að selja vonur og drauma, eins og þú sagði sjálf. Við erum náttúrulega bara lítil prósent af heildafjöldunum. Þetta er afþreyingar iðnaður. Fyrir langflesta, já. Þú veist, það finnst fæstum gaman að vera í ömurð í 3 daga og fá svo fiskinn. Já, ég hafði mitt svolítið gaman að því að ég sá pallborðsumræður daginn. Þar sem að voru nú heldur betur í Jaxlar. Árni Bald og Bjarni Júl og fleiri. Já. MBL. Já, að mér fannst athyglivert hjá þeim að við viljum bara koma í hús og fá kjötsúpu. Þetta er ekki satt. 90% af fólkinu vil bara fá góðan mat. Það er bara í kannski eina veiðitúrnum. Það er ekki, þetta bjúu og uppstúf dæmi er bara mýta. Þetta er mýta. Að þessi menn, ég get lofa því að Árni Baldursson fer ekki að veiða í eitthvað self-catering hús og síður þessu bjúu og græðir uppstúf. Jú, ég hugsa að hann sé alveg þar. Þetta er maður sem er með grillhús fyrir utan húsið sitt, sko. Hann er með kótilettur á grillinu og hann er að hræra í bernes og með eitthvað rauðvín, sko. Hann er að gera vel við sig. Já, en þú veist, að það sé einhver almenn eftirspurn eftir bjúum í veiðihúsið, ég held að maður sé svolítið á rángri hillu, þannig að ég vil ekki bara leyfa markarum að ráða því nokkrum við hvað er í matinn. En þú veist, eins og þú sagði líka sjálfur, þessi kostnaður náttúrulega við veiðihúsin hryllir fólk. Það er það, já. En það er ekki, það væri samt ekkert heldur til að koma í þetta bjúu, sko. Þú veist, það verður að vera eitthvað millivöð. Já, og mér finnst líka, sko, umræðan þarf þá líka að vera rétt. Það er að segja að þú getur ekki borið saman verðlagningu á veiðihúsi og einhverju hóteli á Suðurlandi sem 120 herbyggi. Þú veist, við erum hérna að tala bara hús sem er bara með... Eða 3 íbúðarhóteli á Tenerife. Nákvæmlega. 2 vikur, hjón með 2 börn. Þarna ertu sko með 90 daga, þú ert með vínveitingaleyfi, þú ert með rekstrarleyfi, þú ert með eldvarnareftirlitið, þú ert með fólk á launum, þú ert að kaupa með ráefni, að þetta er þessu pakkað inn í 90 daga og kannski á 10 herbyggi. Það ætla að bera sig saman við eitthvað hótel og verðlagning á hótelum og glemdu því ekki heldur að í sumum veiðihúsum kemur með þetta eigi vín. Bara í öllum veiðihúsum, það er bara Íslendingar rífast þetta. Já, mörg hótel gefa gistinguna og ræna þið á barnum. Já. Ég meina, farðið bara í veiðihúsið og teldu bjóran á borðinu og reiknaðu hvað þú hefði borgað fyrir það á Hótel Geysi með fullri virðingu fyrir því góða hóteli, sko. Já, þú verður að þetta þarf að vera sanngjarn umræða líka.
Ég mitt rætti við rekstraræðila á bara veiðhúsi á Vesturlandi, skipt svo mikið máli hvað það er bara eitt af þessum, þú veist, full service rafmagnsreikningur fyrir eitt veiðhús sem er ekki með heitan pott notabene, 400 skall á mánuði. Það er svolítið velilegt. Já, það er þá engin hitaveita. Það er engin hitaveita og þú veist, það þarf að keyra þess að 3 fasa opna í eldhúsinu og allt það. Jú. Þú veist, þú þarft að fá inn fyrir þessu, sko. Jú. Þú ert ekki bara að borga þér matinn, sko. Nei, það er bara þannig. Já, en herri, við ætlum að fara yfir á léttara hjal. Já. Ég var búin að nefna við þig flugur. Því að nú veit ég að kjósin er, já, ég held að vita alls sem að hlusta á þess að þetta er mjög trikki oft. Jú, við rættum það mitt síðast að það er bara þannig. Já, en þú átt þínar eftirlætisflugur. Jú. Maður er alltaf líka bara þú veist hvað það er. Það er alltaf ein í bóksinu sem er uppáhaldsflugan þá stundina. Þú veist, þú ert ekki flugan sem var flugaðinn fyrir 20 árum síðan er ekki flugan í dag, sko. Ekki, nei, mjög ólíklega. En þú veist, það þýðir ekki á hún virki ekki, sko. Nei, nákvæmlega. Og ég sko hef svolítið svona síðustu árin og ekki bara ég sé það svona í kringum með þeim sem að veiða mjög mikið þeir eru svolítið farnir aftur í klassíkina. Já. Þú veist, þeir opna boxi og það er allt svolítið einsleitt, þetta er í jarðarlitum á svörtum krókum, þú veist að þessir æpandi litir eru svolítið á undanhaldi, finnst mér þú veist, það eru hana Harry Mary og Blue Charm og þessi Harry Mary Red nákvæmlega og ég er svolítið það núna Green Brean. Já, að haustin að vera komin aftur þangað í svona látlausari flugur. Láta kannski pæla meira bara í taumunum og rekinu og... Já, og þú veist, og bara hvernig hún fer, þú veist ég segi fyrir mig, þú veist það þarf að ganga rosalega mikið á til þess að ég seti til þess að Francis. Já. Að það er bara orðið undantekning að maður setja þetta á hún fyrir illa í vatninu þú veist það var mitt kvót eftir barnabarni hans Kristjáns Gísla já að sko það var erfitt að veiða á flugu þangað til að þau fundu upp á Francis því að Íslendingar voru ekki að kónatöima kunni ekki að kasta almennilega en Francis saman hvernig hún lendir hún byrja strax að veiða já nákvæmlega það er alveg rétt nema svo nýta kröfluna já voru orða sínum að hafa hæsti og nýta kröfluna já nema að taumurinn sé kapellaður yfir stikana þú veist, það er náttúrulega bara það algengasta með Francisina að hún snúi öfugt já, stilkana maður lent oft í því gætir ég að fá einhverja rokningstöku og síðan er dregið inn og hún er bara þú veist, hún er bara þessum að þú lendir mjög sjaldan í því með aðrar flugur. En það var náttúrulega líka bara og er að miklu leyti, þú veist, það var bara maxima keplið, 15 pinda, 2 famar já. Og svo lendir þetta náttúrulega bara allt í hreiðri og ströymurinn strekkir úr þessu og það er bara hvernig lendir flugan, sko, það er bara tilviljun. Sko. Ég held að... Svo eins og ef þú kastar ykkur öðrum Francis, þá er hún kannski bara rétt byrjað að veiða og það er komið fram í viskum. Sko. Nákvæmlega. Og það er einmitt þessuna sem að ég sko gaman að nefni það þú veist algengustu mistökin sem hún sérð verandi á bakkanum og ég segi það þú veist 70% af fólki byrjar á þessum mistökum og það er þegar byrjar á þessu það er rosalega erfitt að vinda ofan að því en þetta er alveg sko það er kastað og tekið skrefið þetta er eitthvað það erfitt að sé stíla við og það er svo erfitt að vinda ofan þessu að sko þú tekur skrefið áður og kastar sko já, þú kastar og síðan tekur skrefið þá færðu slaka og ég fæ bara hroll að hugsa um þetta sko að ég var eins og með mann til dæmis sem var mjög gætn á þetta að ég var með vaðstaf og stóð við hliðina á hann og eftir kastið þá stakk ég vaðstafinn bara niður þannig að hann gæti ekki tekið skrefið vegna þess að þú er bara búin að eyðileggja rennslið og rekið og bara möguleika þinn á því að veiða hýlinni
í raun sko. Maður er oft búin að standi kannski maður fái sér bara vaðstaf þetta er sko, þú eru að skilja þú veist, við köstum alltaf eins það er fastinn Akkurat. og skrefið er breytan Nákvæmlega. þú veist, en ef þú ert eitthvað að labba og meðan að fastinn er í gangi þá hefur ekki stjórn á breytunni sko. Það eru og marga breytur sko. Akkurat og síðan er hitt líka, þú veist, ríf út á hjólinu já, þú ert alltaf með metr eða 2 á jörðinni og síðan í næsta kasti þá fer hún 2 metru lengra heldur en þegar risti fiskinn í síðasta kasti sko. Nei, sko, þetta er svo ógeðslega góður punktur líka bara ef þú ert að hlusta og ert að byrja að veiða og skilur ekki af hverju félagin veiðir alltaf meira en þú sem er aðeins betri horfðu á hann, hann lappar og byrjar á stuttakastinu nákvæmlega lengir 30 cm nær sér þannig upp í fulla lengd áður en hann byrjar að taka skrefin þú veist, hann tekur ekki það kastar ekki einhvert rífur svo 5 metra út og kastar lengra þú veist, þetta er systematic og getur verið bara meiri segja í bara aðaldanum þú veist, það getur bara skeka sentimetrum að því hvort þú fái fiskinn aftur ég skrifaði ekkert tímann að þegar ég var að byrja þarna þú veist, þetta er svo stort vatn með tvíendur og en litli tökustæður að þú ristir og þá var það oft þannig að þú ristir fisk og hann kom ekki aftur að þá þurftir að koma aftur og reyna við hann að ég var stundum með bara þú veist, eitthvað til að merkja línuna í vasanum bara tús já, og bara merkti á línuna síðan bara fór ég bara á sama stað og ég stóð síðast og dróð út þang til jóka við þangað og þá varstu bara on the money sko. Þetta er magnað nefna þetta mér finnst oft til dæmis eða bara eiginlega alltaf þú veist, því að maður er búin að gæta svolítið og svona, þú veist þegar fiskar er að koma, ekki snerta eða er að taka og þú veist, bara taktu 1, 2, 3 skref tilbaka taktu 1 skref úti breyttu aðeins kastvíklinum hægðu aðeins á og komdu aftur niður á hann og bara 60% of the time it works all the time það er ekki neðið svoleiðis skilur þú veist, en í gamla kastvíklinum var hann alltaf að koma en hitt tók hann aldrei skilur verður að þrengja þú voru að breyta breytunni eins og við vorum að tala sko. Já, þú sér þetta bara líka svo vel sko, ef þú situr eitthvað starf uppi og horfur á mann veiða hil hvað gerist ef hann tekur skref í renslinu það dettur flugan bara döið, bara flýtur niður eins og hvert hann er löfla sko. Fiskurinn kannski kemur og kíkir en hún flýtur yfir hann fer aftur og svo þú veist, ef þú tekur skrefið og belliðið er komið eitthvað 45 gráður það byrjar ekkert að veiða fyrir kannski í 30 gráð hvort það komin yfir torfuna sem að liggur við bakkan innum einn en þetta er sko með því að sitja þú veist, öll þessi ára á bakkanum og horfa á þetta þá mótar þér skoðanir á því hvernig þú vilt hafa hlutina það var til og með þess að tímabili sem að ég bara tók út fyrir alla skothausan og skotlínuna sem fólk var að koma í þessu litlu ár það var ekkert not fyrir þetta ég er ennþá tekið út fyrir það sko. Já, þetta var bara svo þægilegt þegar þú varst með óvana að hann þurfti bara að gera svona og allt rasli fór út sko. Þú veist að dæla fyrirtæki hólunum minn Já, en flugan sem var á endanum var kannski 3 sinnum minni heldur en svelligin á línunni og síðan var fólkið að spá í hvort að fiskurinn sæði í línuna skilur sem hann var Já, fólk er efast að hann sjá fluguna sko. Svo er það búið að taka fluguna heldur að hann sjá línuna Já, sko ég hef tekið myndband af fiskum sem er að taka sko lúpið til dæmis það er nú eitt af því sem ég nota aldrei ég nota svona, ef ég fæ glæni flugulínu úr veiðifélaginu sko, þá nota ég kannski 1 sumar og kötta þetta off og svo er ég búin að gera með þetta en þessu tilviki er ég að tala um breytilúp Já, það er algjört eitur það er eitthvað sem að menn eiga að forðast í lengstulegu vegna þess að þar fyrir utan að það morgnar þetta menn oftrist þessu þeir halda að þetta sé eiliðari Já, það ég var ofta að hlæja því einmitt í aðaldanum og menn sagði, já, nú er ég sko með alvöru taum, 30 pund taum og síðan tók maður á sig og það sem gaf sig var alltaf breytilúp sko. Að þetta er svona eitt af því sem að það er milljón aðferðir til að gera þetta rauð sko. ég er kannski ekki alveg sokkinn niður á mína bestu sko, en
að strippa endan á línunni bara af kótinginu, Ef það gera er coating- litla perfection ef það er coating, já. og smá vöðlulím á endan, þá helst það stiff, sko. Já, ég hef líka bara bent fólki á að bara klassísku nálahnútur er bara oft það besta. Algjörlega, Og síðan er bara alls konar vesen sem fylgir þessu, þú veist, öngullin er að fara í þetta, prófaði að losa það, by the way. Þú tætir Já, lúpuna. og ég hef mitt landað fiski á lúpuna. Ha, Sem sagt, ég hef landað fiski sem að fór í lúpuna og festi tennirnar í lúpunni, og með því að gefa honum aldrei slaka og náðu honum í háin. þegju. Nei. Laxi. Já. Sem sagt, hann tekur lúpuna, hann tekur lúpuna, Bara lúpan er eitthvað að hitsa. já, tennirnar í lúpuna og með því að gefa honum aldrei slaka, og hann reynda vatt sig aldrei, þá löndum við honum. Sem dæmi Já, burt Svona með ef- þetta braided loop krabba ef með þú maður. vilt svona fá sönnum fyrir því að hann sjá þetta ekki eða hvað Hann sér það allt. sér allt, það er bara þannig. Ég man ekki hvort, ég held ég að nú játaði eitthvað tíma náður að við heldum að vera í gæt með bilaðan bíl hérna upp í Kjará fyrir mörgum mánu síðan í ágúst. Keyrðum eftir honum lengst upp yfir og veist það sem heitir Wilson. Já, Þá var hann þar að tína fjallagrus, bara frábært. Nefna, við vorum konur hérna upp yfir og það voru stangir á hútinu og ég var með túbu, ekkert á henni, já, í kolniðamyrkri og setti bara gat á hliðina og hits, bara stilti þessu upp bara í hits, Bara glæra túpu. bara glæra túbu í kolniðamyrkri og ég labbaði bara það sem ég veit að ákveðin steinn er í þessum veðistað, þannig ég gæti gert mig grein fyrir hvar ég stæði, sko, kastaði og svo erum við bara lúm, fiskur á. Tókum 3 í röð bara í, sko, 6 köstum eða eitthvað. Þú veist, þeir sjá allt. Og talandi að sjá allt, þú hefur nú verið líka mikill svona perri fyrir því að nota glæra línur eins og frísvæðinni í Kjósinni. Jó, það var sko einmitt, Mjög 90s. út af þessu að við komumst að því, við vorum að byrja að smala hylina með flugulínu. Já, Ég sá það bara á rekinu að þú bara smalaði fiskinu nýra á brot, að þá byrjuðu við að nota þessar glæru línur með því að kasta bara vel upp fyrir þá og síðan smá saman mjakaðist þetta einhvern veginn aðeins. þetta eru intermediate línur Já, þannig að flugan já, brýtur hans þetta, yfirborðið. þessar fyrstu línur voru sukka ábyggilega aðeins hraðar heldur en þessar intermediate glæru sem við erum með í dag, sem eru eiginlega svona nánast flóti en mara. Já, og nema, þú veist, í þeim tilvægum var maður bara komið með system að því, þú veist, vissir upp í hvað þú áttir að telja og þetta var bara orðin kjarnorkuvísindi, sko, að þú þurftir að miða þessa torfu og telja upp á 25 áður en þú byrjar að draga svona hratt, skilur við. Náttúrulega þessar fyrstu línur glæru voru náttúrulega óþólandi að því leitið að þær ringuðu sig, sko, Algjörlega. eins og Þetta bara var, byrjaði bandormur, sko. alltaf daginn á því að strekja það. Já. Og síðan náttúrulega stegstu endalust á þetta. Þar fyrir þetta. Að Þú sást þetta aldrei? nei, það var bara þannig. En já, það virkar. Hvernig svona já, með sko Kjósina í sumar, þú segir hún að aldrei eru betur seld. Já. Spenntur. Þú veist hvernig, þeir eru náttúrulega með hennan byrting líka sem er ákveðið backup buffer. Og þegar maður sér sko ára svona, þú veist, þetta er þú ert með árferði sem er tiltölulega gott við fiskinn. Þetta eru fiskar sem verða rosalega gamlir, sko, og Þetta er frábært fyrir sjóbyrtingin. algjörlega, ég er á því. Þetta geti verið við sem verið vatni í Kjósinni í vor. Já, algjörlega, en ég hef reyndar ofta sagt það og sérstaklega núna síðustu ár þegar maður hefur hort í fjalla og hugsa, vá, mikið snjómaður, þetta er alltaf farið. Skiptir engu Þetta máli í dag. bara snýst um það hvort Rignir þú fáir eða rigningu. ekki. Já. Plús að snjóbráðin er bara ekkit sérstaklega gott veiðvatn. Þetta er ekki súrefnisríkt vatn. Þetta er kalt, steil. Þetta er bara, það Smá vantar bara grænn litur. næringarefni í þetta. Já. Fiskurinn verður ekkit rosalega aktífur á niður í mikill snjóbráð. Þú veist, þú færð hann illa upp og Já, hann er límduð bónin. já, og
þetta er sko það er ekkert sem að kemur í staðin fyrir rigningu vatn. Nei. Það er bara þannig. Það er alltaf á Vesturlandi og Suðvesturlandi allur snjór er farin í maí. Já, eða í júni. Þú veist, þetta er bara spurningu hvernig grunn var staðan. Er allir skurðir fullir? Þú veist, fyrir okkur, ég meina, þú veist, ef ég sé steinana standa upp úr Meðalfellsvatni í opnuninni, þú veist, þá er ég náttúrulega með áhyggjur. En þetta, in the end, þetta er bara rigning, eins og við fengum í fyrra. Já. Þetta var bara eftir pöntun í raun. Hver er uppáhaldsveðurstaðurinn í Laxá? Í Kjósinni? Já, því að ég er nú bara að koma að það noksum og ég er alveg límdur á hver minn er, sko. Já. Þetta er sko, eins og við komum inn að séðast, ég hefði mikla fordómar Kjósinni og ég held að fólk átt sig ekki á horfur að veðutölunar og vastleysið og svona. Já. Þetta er mikill háskóli og þetta er mjög fjölbreytt á. Já. Úff. Góð spurning, maður. Ég myndi segja að þrátt fyrir nálæðina við brúna, skilurðu, að þá hugsa ég að minn uppáhaldsveðurstaður taki eiginlega bara við af leiðilegasta veðurstaðnum. Idiotpool. Já, að þú veist, Lækjabreiða finnst mér sannlega eitthvað svona teknískasti veðurstaður sem ég kemst í. Hrattvatn, þú veist, og þú getur veitt hann allan daginn, skilurðu, síðan gefur maður sem kann á hann og hann fær fisk í fyrsta kast. Og svo er líka flæði af fisk, þú veist, það er að koma upp úr höklónum og... Já, þar fyrir utan, að hérna þú ert alltaf í séns, skilurðu. Og bara eins og er með flesta göngustæði, skilurðu. En já, ég myndi segja það, Lækjabreiða eða Fossbreiða. Þetta er svona þessi tveir staðir. Ég held ég að segja, sko, hérna, Eldhúsið og Pollabreiða. Já. Þú veist, bara einhvern veginn kasta langt. Óvissan, þú sér ekki onni hann. Nei, nákvæmlega. Veist, alveg eins og Fossbreiðan er, ég meina, þú sér ekki onni hann. Og Pollabreiðan í smá vatni hvor með eins og ert, sko. Þú veist, fiskurinn alveg upp í land, sko, tegur beint neðan þær. Þetta er einhvern veginn... Algjörlega. Já, þetta er einhvern veginn, hún er svo skrítin, sko, þú veist, þetta er svo mikill lækur, en svo eru svo stóri staðir, litli staðir, svo er með búðuna og með frísvæðið. Já, og veist bara ekkert á hverju gengur, ég meina, þú veist, löngum stundum síðasta sumar án bara 2. ár, sko. Já. Ég reynd, bara á þetta vatnsmagni. Og ég reynd mjög skemmtilegt að stúdera hvernig, þú veist, hvaða áhrif vatnsmagn hefur á í raun. Við lendum í því núna til dæmis að fiskurinn kom illa niður á Meðalfellsvatni. Hann kom illa á honum Þórufossi. Það er ekki fyrir en hérna Guð og Gokki vinniðinir hann að Rafn og Jói. Þú veist, bara í lok september fóru þeir upp á efstasvæði. Ég manni, hvort þið tóku 32 af fjórðasvæði. Svo kom í ykkur klak við ykkur 100 kallan í búðu. Já, sko, það sem gerist er það að það er ekki allt fengi með rigningasumri. Það er svo auðvelt fyrir það að negla sér bara upp og hverfa. Já, að þú veist, Meðalfellsvatn var súrefnisríkt í allt sumar. Fiskurinn þurfti ekki að koma niður. Skjáði. Hann var ekki í hrúi í einhverjum hólum upp í þrengslum og nokkur öðrum. Þetta var bara nóg pláss og hann þurfti ekki að bakka niður eins og hann gerir við fyrsta tækifæri eftir þurrkasumar. Þá notar hann fyrsta tækifæri til að detta niður. Og þá ertu þarna efstu stöðunum í búðu í algjöru gulli. Já, og sama í efstu stöðunum í Laxá, þannig að fiskurinn kemur niður á þrengslum. Þannig að þú veist, það er ekki heldur allt fengi með hérna góðu vatni. Þú veist, bestu veiður sem eru oft bara þurrkasumur. Eins og ég hef oft komið inn á, þess að aflahrúturnar verða það svo miklar þegar loksins vatni gerir, sko. Ég sé þetta til dæmis upp í Kjarrá, sko, að vera kannski snemsumars í algjöru mók veði, sko, góðu vatni. Svo er kannski ekkert að gerast í ágúst. Nei. Svo er ykkur eitt sem pattar þyrlun á, þá er bara allur laxinn bara farnað að segja, sko. Akkurat. Þannig bara komin heim. Þú veist, heyrðu, ég kemst heim, núna einrik, ég bara negla það. Nákvæmlega. Og það er til dæmis tilfellið í bugðu, hann fer bugðun á 2 tímum. Já. Það get ekki þess að hann gerst í hlénu. Hann getur farið 100 fiskar framhjáður og upp Meðalfellsvatn bara með hann bara hátíðismati. Þannig að það er ekki allt fengið með því heldur. Nei. Ætlar að fara eitthvað annað að veiða í sumar heldur en upp í Þjórs? Já, ég fer náttúrulega alltaf í Norðurá.
þú veist, Já, það er bara vorveiðina. fyrsta punktur. Já, ég bara get ekki hugsað mér að Nei. fara ekki, Bara þú veist, ég er búin að vera þróa sálinni eftir. óbóðslega lengi. Ertu þar með Svendsen og Kói ykkur gengið það? Já, góðum hopp og ég ætlaði mér að fara að vera með Jóa í viðtanum en þú veist, þegar vinnu við þetta þá Þetta er vertíð, þetta er vertíð, já. hver dagur. Þessin er eftirsjáin eftir Skotlandi svolítið mikil, sko. Já, þú getur svona hlaðið inn þar aðeins svona batterín fyrir Ísleiks. Akkurat, þú veist, þú ert ekki með hugan annar staðar í raun. Í ellu áru, verður í dý bara núna að hamast. Já, ég hugsi ég væri komin út. Já, væri allavega á leiðinni. Ég hef verið að fara annar norður fyrir eins og við töluðum síðast við hittust í Brora og það eru svona alltaf á sem að detta inn mjög snemma. Bara meðan janúar þessuna. En ég veit að þú fylgist vel með hvernig við gengið eins og í Skotlandi og Írlandi og þessum stöðum svo far. Það hefur oft svona þóttir ákveðin spegill okkur þó að það sé kannski álíka sterkur mælikvarði og veiða útvarskarfa á smálagsargengt. Nei, Skotlandi með snjóun okkar, sko. Það er búið að vera óveiðandi með eiginlega í allt vor. Já. Bara út af leysingum. Já, snjóbráð. Og það mun vera þannig eitthvað aðeins inn í næsta mánuði. Væntanlega, vegna þess að það er alltaf flótið þarna, sko. Þeir fengu vetur. Já, þeir fengu alveg vetur. En þetta er mitt oft, sko, ef það er rigningasumar á Skotlandi þá er þurrt hérna og það er alltaf öfugt. Það er bara þannig, ef það er hæð yfir Grænlandi, þá fá þeir læðinu, sko. Heyrðu Ali, takk kærlega fyrir komin í Hillin og bara ánægilegt spjalla við og gott gaman að sjá þig á landinu líka. Takk að þið fyrir. Og bara þú sért fluttur aftur. Já, takk fyrir það. Og bara er gaman að fylgjast með ykkur og Sigga Hall í kjósinu sumar. Já, takk fyrir það. Takk kærlega fyrir að hlusta. Mér langaði að segja ykkur frá Facebook síðu þáttarins, Hillurinn hlaðvarp og einnig að hvetja ykkur til að subscriba og likea þar sem þið hlustið, hvort þið þar á YouTube, Spotify eða Apple Podcast.